موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك Jæja, góða kvöldið, kæru áhorfendur að samstöðinni og þið sem eru að hlusta og verið velkomin í þáttinn Útvarp Palestína. Og við erum hérna samankomnar, ég, Sara Stef og Magga Stína og við erum með þennan þátt Útvarp Palestína. Já. Þar sem við bara tölum Palestínu og bara ekkert nefnum Palestínu. Já. Og við höfum fengið hérna, fáum alltaf góða gesti og gestir okkar í dag eru Steinunn Gunnlaugsdóttir, myndlistarkona og aktivisti og Þórir Jónsson Hraundal sem lektor í Mið-Austurlandafræðum við Háskóla Íslands. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir boðið. Já, takk. Heyrðu, þetta er svolítið svona yfirþyrmandi efni, Palestína, þessa dagana og við eiginlega erum bara að reyna alltaf að finna eitthvað svona viðmið, sko, hvar byrjum við umræðina í hvert sinn. Og nú eru komið bráðum verða 330 dagar af þessu þjóðamorði liðnir, styttist í bara heilt ár og eins og við sáum í fréttum í morgun að þá og náttúrulega síðustu daga að þá hefur Ísrael hafið aðgerðir á Vesturbakkanum. Það sem á að taka næstu þjóðamorðshreinu. Já, og þá spyrir maður sig svona, hvað getur fólk gert undir þessum kringumstæðum? Með símann í hendinni, stjórnvöld eru ónýt, þau standi ekki við neina samninga eða nein lög. Hvað gerir fólk? Engar tilskipanir eru virtar. Sameinuðu þjóðurnar orðna bara svona eins og eitthvað svona mím-fígúra sem bara þess að Guterres bara hrópar út í tómið. Já, ég veit ekki. Hvað gerir maður annað en að pósta og þess vegna erum við náttúrulega bara hér með þennan þátt. Við bara erum að halda áfram að tala Palestínu. Það er eiginlega eina sem að hinn almenni borgari í heiminum getur gert. Eða hvað? Hefur þú eitthvað aðra reynslu, Steinunn? Getur maður? Ég held að bara mjög margir séu búin að vera að spyrja sig að þessari spurningu bara alveg frá því 7. október og löngu fyrir það líka. Bara hvað er hægt að gera? Hvað get ég gert? Það er að segja fólk sem hefur látið sig þetta mál varða og náttúrulega bara Palestínu fólk líka. Það er bara búin að vera að spyrja sig að þessu og reyna ýmislegt. Það er búið að reyna ýmislegt. Já, mitt að halda þessar umræði gangandi af því að það er eiginlega engin annar að gera það heldur en almenningur, heldur en bara venjulegt fólk. Já, það er svolítið líkinn. Það er allan heim, þannig að það er búið að koma mjög svona skýrt einhvern veginn prófsteinn með það að við getum ekki búist við því að stjórnvöld á Vesturlöndum fara að stíga inn í þetta ef við neinu viti. Við höfum séð algjört getuleysi og viljaleysi og þannig að já, það sem þið eru að gera og það sem okkar hafa verið að gera. Fjölmiðlar hafa einhvern veginn algjörlega brugðist, eða það sem að kalla svona opinberir fjölmiðlar, segja ekki frá, segja illa frá, segja, þó maður fær nú ekki svona dýpra út í það, að þú veist að þá svona, og segja bara, þú veist, ljúga bara, ég meina, svona minnug þess sem gerðist þarna, til dæmis þarna í upphafi, fyrir 10 mánuðum síðan þegar frásagnar frá 7. október þú veist voru bara upplognar þú veist í New York Times, það var algjör skandall sem var þar með aðhöfðuðu börnin og þetta allt hana börnin í bakaráfnin og allt þetta akkurat. Þú veist, þannig að svona það kannski er vanmátturinn líka kannski svolítið svona að maður getur ekki reitt, það er ekkert svona autoritet sem að hægt er að reiða sig á í svona einhverju sannleiksleit annað einmitt heldur en bara almenningur segir almenningi frá því sem er að gerast akkurat núna Já, akkurat, og svo auðvitað hafa
líklega aldrei margir blaðamenn verið myrtir í nokkru styrjöldu í stuttum tíma og einmitt inn á Gaza sem náttúrulega hefur auðvitað fækkað augum okkar á staðnum og þó að ýmsar fréttastofur eins og Al Jazeera og fleiri hafi haldið út ótrúlegur þrautseigju sko að hafa fólk á jörðinni þá Ísrael auðvitað búið að gera sitt til þess að í rauninni bara uppræta fréttaflutning af svæðinu. Þannig að þau eru bara hann að staðsett í Londonum í kring. Já, þau bönnuðu Al Jazeera bara frá Ísrael. Já, ég segi það er bara búið að banna fréttaflutning innan af Gaza og Vesturbakkanum. Þeirra blaðamenn fjölmiðlafólk, einmitt, þó nokkur þannig að í rauninni má segja að ef maður fylgist með bara fjölmiðlaumræðinni og náttúrulega bara stjórnvöldum og viðbröðum svona Evrópusambandsins og Bandaríkjanna og allt þetta að ef þau voru ekki búin að afhjúpa sig þá þegar fyrir fólki auðvitað ekki fyrir öllum á sama tíma bara að þá hefur þetta verið svona afhjúpunar moment. Já. Og við sjáum bara með alla þessa fjölmiðla á Íslandi, þessa svona mainstream fjölmiðla, þeir eru bara á þeir eru bara svona kanaútvarp, þeir eru bara á þeirri línu og það er allt síjað í gegnum þannig síjur, frásagnar og maður var náttúrulega bara ógeð á því að fylgjast með því of lengi sko. Já, ég held einmitt þetta með þessa opinberun afhjúpun og þetta grímuleysi, það hefur aldrei verið jafn skýrt og núna og það sem að margir hafa kannski talið að var einhvers konar samsjálfskenningar fyrir 2 árum síðan eitthvað svoleiðis er algjörlega orðið bara ljósinn sannleikur núna og kristallast í einmitt svona momentum eins og situr mjög í mér daginn þegar Netanyahu fyrir til Bandaríkin og það er klappað fyrir honum á Bandaríkjaþingi. Hann bara komst alltaf áfram í ræðinu sinni. Já, það voru bara 3 mínútur eða eitthvað bara standandi lofatak fyrir utan. Svolítið bara eins og bílatónlist. Já, akkurat sko. Og maður þarf að staldra við akkurat þessi augnablik. Já, ég held það sko. Og það er svo, ég sá að þú varst að mynda að tala eitthvað það daginn sko, þetta er svona ég skil ekki neitt. Ég skil ekki. Og þetta er svona augnablik það sem bara einhvern veginn heimsmynd okkar og veruleikinn er einhvern veginn ekki að fara saman, fólk tala stundum hljóð og mynd ekki að fara saman eða eitthvað, en ég er svona, heimsmyndin og veruleikinn sem maður er að mæta er ekki að fara saman og þegar það gerist, þá svona tendens til að vera með svona eitthvað ég skil ekki og ein leiðin var síðan að líta undan og vera bara ég skil ekki, hin leiðin er síðan bara stoppa við þetta bara, þetta er ógeðslega erfitt augnablik hérna, ég skil þetta ekki og síðan, ok, og hvað ætla ég að gera við það, hvernig ætla ég að byggja heimsmynd mína núna, hvernig hefur þetta áhrif á heimsmynd mína, þarf ég að endurskoða einhver hluti í henni, þarf ég að kynna mér eitthvað meira, og það er búið svo mörg svona augnablik. Þetta er svona, hvað var ég að horfa á, hvað var ég að sjá? Já. Akkurat, og vanlega ýmislegt svona í kringum Írak og Afganistan sem var líka svona, bara fréttaflutningur, stóru blaðana í Bandaríkjunum og náttúrulega líka, en það sem við höfum ekki þá, ég reyndar var mjög ung þegar það er allt í gangi, en svona eins og ég, upplifði þetta, get bara tala frá manneskju sem var á bilinu 16-20 ára, var, þetta með gjöreyðingavopnin og allt þetta, og síðan svona smátt kemur í ljós sem mjög margir höfðu tilfinningunni, það er engin gjöreyðingavopn, hvað er að tala, svo kemur allir ljós, þetta var allt bara eitthvað kjaftaði, en fólk náttúrulega bara á landsvæðinu, Írak og Afganistan, var ekki með þessa snjallsíma. Gat ekki verið að taka upp hryllingin sem átt sér stað, gat ekki verið að, reporta á sama hátt. Þú veist talað um innrásin í Írak 2003, sem er einn hrylligast mannfall nokkuð tíman á einu degi. Og við mögum gleyma því að það voru rosalega mótmælum allan heim. Það er eiginlega svona eitt af fyrstu stóru alþjóðlegu mótmælaöldunum vorið 2003. Minni mig sko, það sem var 19. mars 2003 7-8 milljónir eða eitthvað svoleiðis heimsvísu komið saman sko, þannig að þetta er auðvitað, fólk er búið að mótmæla mjög lengi þessari vitleysu sko en núna einmitt að því nefnir samfélagsmiðlun og snjallsímana þá núna er hvað maður segja, engin afsökun eða núna er þetta bara að gerast í beinni eins og það búið að marg benda á og það gefur þessu auðvitað allt annað. Við erum búin að fylgjast með ýmsum ferlum þarna síðan
arabíska vorið og þetta sem að búin að sjá svona samfélagsmiðla byltingu en þetta, núna er þetta þjóðamorð í beinni útsendingu svona marg ítrekki það og en eins og segi stjórnvöld hér alls þar, þau eru algjörlega ónæm fyrir hvers konar rökum eða hvers konar umfjöllun þetta það náttúrulega hlýtur að þau eru með handrit þau eru með handrit en þetta náttúrulega sko spilar þú veist það kannski með svona þetta Yasan Tamimi mál sko speglar svolítið svona þá stöðu sem við erum í sko þú veist okkar svona þú veist við erum svo fá auðvitað að þetta er svona hvað segir maður konfrontasjón svona við þurfum að horfast allt í einu augu við eitthvað raunverulega sko hvernig við ætlum að bregðast við að því það er sko eins og þetta með síman að við sko, horfum og bara þú veist adrenalínið er bara þú veist, maður er bara viti svona fjær sko en sko það er kannski spurning hvort við þurfum ekki að spyrja okkur sko hvað við ætlum að gera ætlum við að halda áfram að horfa á þetta eða ætlum við að gera eitthvað og hvað ætlum við þá að gera Símarnir eru nefnilega svona tvíeggjasverð þetta er nefnilega bara þú veist, rosalega gott til þess að taka upp og vera einhver svona vitnisburður en svo náttúrulega er það, þú veist, lamandi að vera hérna á hinum enda línunar að glápa á þetta allt saman og vera einhvern veginn vitni að þessu í þessari fjarlægð og geta einhvern veginn hafa svona öðruvísi tengsl við þetta og svo líka það sem ég tekið eftir í mótmælum og svona mótmæla aðgerðum sem hafa verið í gangi þú veist út allan heim núna í tengslum við þetta og aðra svona atburði er sko stundum í mótmælum byrjar eitthvað að gerast löggan gerir árás á einhvern hópa fólki eða eitthvað og í stað þess að allir sem eru viðstaddir reyna að taka þátt í að þú veist deeskalera eða afhandtaka eða verja eða eitthvað þá eru allir með símana eða allavega helmingun á hópnum eða fleiri með símana og verða svona óaktífir svona áhorfendur sem gera verkum að fleiri sjá atburðin en kannski þeir sem verða fyrir árásunni fá ekki aðstoð og bara gera það verkum að maður getur ekki treyst krátinu sem maður í þú veist það er mjög áhugaverður vinkill þú getur ekki treystið þú veist að þú er handtekinn og allir reyna að stökkva inn í heldur þú verður kannski bara handtekinn og bara inn í fokkin stöppu og það eru kannski 100 manns að horfa á það og milljónir manns að horfa á það streymt af því þetta er bara orðið content eins og hvað annað og fólk upplifir líka það sé mikilvægt en það er kannski ekki mikilvægt að þú veist 20 manns sé að taka upp sama viðburðinn þannig að þetta svona gerir fólk sko hefur kannski svona veikt meinurðu líka aðgerðasinnana mér finnst það sko mér finnst það svona þetta er mjög áhugaverður punktur sko sem að og hefurðu séð þetta eins og í mótmælum hér þá eða já ég hef séð þetta mótmæli hér en þú veist miklu minna út af því að mótmælin hérna eru ekki búin að vera kannski að verða það er ekki búin að eiga sér stað kannski svona mikil eskalering það gerist þarna við ráðherrabústaðinn það er einhver svona nokkuð dæmi en skyndimótmælin líka sem voru hér á Austurvelli eldhúsdagsumræður og líka þess að piparsprey var tekið og það einhvern veginn og ég veit ekki af hverju að þá sko þegar lögreglan fyrir að beita svona ofbeldi og hún gerir það auðvitað í þeim tilgangi að þagga niður í skilur að þagga niður og gera fólk hrætt sko við að hérna koma saman og segja skoðun sína að þá af því við erum sko líka mjög auðvitað höllundi það að sko það er aldrei að beita ofbeldi við erum auðvitað friðsæl þjóð í grunninn og hérna erum alveg þannig upp að við hefum ekki verið með hérna derring og svo framvegis sko og þá verður þetta kannski þannig að það sko á einhvern hátt það hefur kannski tekist á einhvern hátt að þagga niður í fólki Ég tekið þegar ég svona ég ætla ekki að vera fullir einhver svona nákvæmlega hvernig þetta hefur þróast en á þeim mótmæli til dæmis sem ég hefur verið staddur mér í bæ fyrir fram að Alþingishús eða eitthvað svoleiðis þá við tekið eftir það var sérstaklega annarkvæmt í vor eða man ekki nákvæmlega hvað viðburður var það voru þessi mótmæli eru flest mjög friðsæl í eðli sínu ég man það var ein mótmæli og svo komið önnur mótmæli og þá var lögreglan búin að setja upp miklu meiri viðbúnað heldur en aðstæður í rauninni þannig að þetta í rauninni
þetta er mjög svo vafasamt aðtæði, finnst mér, og þetta er svona ákveðið svona eins og svona að löggæslan sé að stíga einhvern skref til þess að svona það sem að sumir myndu líta sem ögrun, sko. Að, þú veist, hérna eru komnir allt í einu svona margir gráir fyrir járnum, af hverju, það er engin ástæða til, þannig að þetta er eins konar, já, þetta er viðbúnaður, ég skil það, en þetta er líka ákveðin svona hótun, ögrun. Það hefur samt verið svona creeping, myndi maður segja. Já, akkurat líka. Eins og svona skrið á hvernig lögreglan beitir sig. Ég meina, lögreglan í sjálfu sér er eins og línan á milli, sko, okkar og hinna. Já, hún er einhver hefur tekið sér stöðu við að verja valdið. Já, og þegar ráðamenn alltaf tala eins og ráðamenn töluðu samstöðutjaldinir á Austurvelli og töluðu hérna, ég meina, ég var á mjög mörgum svona mótmælum við ráðherrabústaðinn, ég er opinber starfsmaður og með sveigjanlegan vinnutíma og við vorum mætt þar og fólk í flíspeysum og eldri borgarar og fólk í fæðingarorlofi, skríll og hyski. Skríll. Já, þannig að því þú segir það var aldrei sko yrt á. Já, þannig að þau búa náttúrulega til þessi hugmynd að vinna fer fram svona. Já. Og svo er lögreglan sett bara sem lína á milli. Akkurat. Og mjög áhugavert, með svona skýrt dæmi til dæmis er hérna viðbúnaður lögreglu þegar hérna krakkar voru væntanlega til mótmæla. Þegar krakkar úr skólum Vesturbænum hérna Hagaskóla, þetta er breytt þeir komu saman og þeir voru sérst að mótmæla þjóðarmorði krakkar, það var sko samkvæmt opinberum tölum heilbrigðisráðuneytis hérna Gaza sérst verið auðkennd 16.000 barnalík og náttúrulega eru þau miklu fleiri sko. Og krakkar í Reykjavík ætla að koma að mótmæla því og þá sko er lögreglu viðbúnaðurinn er sko á einhverju hástíi og ekki nóg með það heldur gengur lögreglan sko inn í unglingahóp og hótar að því sko ég varð vitni að því sko og hótar ungmennunum og handtekur svo ungmenni bara þannig að þau sko, þetta er svona kennslustund Þetta er kennslustund og þetta er til þess að þú veist að krakkarnir óttist og ræðist og fara og hugsi bara, já, það er nú betra að sleppa þessu það er öruggara að sleppa þessu og þetta er bara eins og var að tala um á samstöðufundurum vegna Jassans í á þriðjudaginn að þetta er eins og kennslustund, þetta er fordæmi, hættið að gera ykkur vonir að hafa einhver áhrif á svona mál Við höfum valdið Já, við höfum valdið og við setjum fordæmið og talandum að gera eitthvað, það var náttúrulega kallað til aðgerða í lok þess fundar þannig að það er hægt að gera meir en að bara tala og það hefur verið gert líka En mér finnst það líka sko eins og með lögregluna og viðbrögð hennar þú veist, þau eru bara algjörlega í takti við hvernig lögreglan vinnur, svona vinnur lögreglan, svona bara, þú veist, á lögreglan að vinna, þú veist, samkvæmt bara hugmyndin lögregluna. Hérna, ég er ekki bara bæta flöggu fyrir það, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, svona er bara, svona á lögreglan að vinna. Hún á, þú veist, ég hef verið á Vesturbakkanum í Palestínu og kynst hernum þar og lögreglunu og eitthvað og þegar ég kom tilbaka og síðar kynntist lögregluofbeldi upp á Kárahnjúkum upplifði bara að ég er að díla við sömu stofnunina. Já. Ólíkar aðstæður, þannig að þú veist, skotleyfið er ekki það sama, en þetta er sama stofnunin. Hún hagar sér eins, hún fer, en þú veist, bara með við aðstæður, gat hún auðvitað ekki verið að drepa okkur þarna upp á Kárahnjúkum, en þú veist, hún gekk eins langt og hún mátti ganga. Í ofbeldi. Já, og ég upplifði þetta í Þýskalandi líka og bara öllum þessum, þú veist, löndum sem maður hefur orðið vitni að einhverjum svona harkalegum mótmælum eða einhverjum svona konfrontasjónum þar sem vald og andóf er að mætast að þá er þetta bara, þetta er sama stofnunin. Og alltaf gengið eins langt eins og sko má ganga að hendi valdsins. Já. Einmitt. Hafið þið rætt þetta því að nú veit ég að þið Palestínuverkefnið í HÍ að þið hafið verið að standa fyrir svona opnum fundum eða málstofum reglulega frá því 7. október. Já, frá því nóvember síðasta ári. Já, og hérna, en hafið þið komið eitthvað inn á þetta, þú veist, með Nei. Hvað hafið þið verið að ræða á þessum fundum sem og hverju hefur það svona skila kannski? Já, Palestínuverkefnið var stofnað í rauninni sem svona ákveðin að hliðstæða við viðbrögð háskólans gegn árás Rússa á Úkraínu
Við tókum eftir því að það voru kannski ekki jafn mikil viðbrögð Afskaplega ólík. við Mjög ólík, við verðum eiginlega að segja frá því hérna í þessum þætti. Ég myndi það var bara að háskólinn fordæmdi innrás Rússa í Úkraínu og sleit bara nánast samdægurs. Held ég flestar stofnanir samfélagsins ruku upp til hand og fóta eðlilega og fordæmdu þessa þessumlega ólöglega árás og hræðilegu en það var mjög lítið á þeim nótum 7. október síðastliðin. Það kættist fólk að fordæma Hamas en síðan kom nú í ljós þurfti að endurtaka það ansi oft að þetta byrjaði ekki 7. október. Við held allir sem átta sig á því núna þó að þurfi fyrir suma ennþá að endurtaka það og síðan þegar þetta fór að líða aðeins á þetta og fólk fór að sjá skalan á framferði á þjóðarmorðinu og framferði í Ísrael þá var það alltaf skrýtnar og skrýtnar en hversu þögglar stofnanir samfélagsins voru og þetta svona eitt af því sem að í rauninni hvart okkur til þess að reyna að fara að gera búið til einhvers svona mótvægi eða bara til að sinna okkar starfið og ábyrgð sem manneskjur og fræðifólk. Þannig að það er mjög sérstakt að svona æðsta menntastofnun land sem á að sinna hér eitthvað kerfisbundi svona gagnrýninni hugsun bregðist ekki við þessu. Já, það er mjög sérstakt og það er bara rannsóknarefni og ég verð samt taka fram og það var svona ákveðin prófsteinn líka að við í verkefninu við sóttum styrk á vegum háskólans til samfélags hjálpar eða eitthvað þeim notum og fengum styrk. Já, í haust. Síðasta janúar, februar. Já. Þannig að það er... Sérst á til ríkisins? Það er þá styrkur sem kemur frá háskólanum. Þannig að það má segja... Já, svo til háskólans og fengum styrk frá háskólanum fyrir þetta verkefni. Þannig að það er svona einhvers konar þögull stuðningur en í orði hefur ekki rauninni neitt gerst og maður hugsaði mitt oft þessa blessuðu fána sem voru nú við ráðhúsið. Já, ég meina, og ertu að tala um úkraínsku fánana? Já, úkraínsku fánana við að þú veist maður beið eftir að kannski einhver tíma settur í palestínsku fánu. Já, ég held að það hefur verið var það ekki í nóvember sem að borgarfulltrúi Sanna Magdalena laði fram spurningum hvort það ætti ekki að flagga. Já, ég veit að fólk hefur lagt inn fyrirspurnir og spurt margoft hvers vegna þetta sé ekki. Þannig að það er svona þessi umræða innan HÍ aðgerðarleysi, viðbragðsleysi. Það fer mjög lítið fyrir þeirri umræðu finnst mér nema kannski svona akkurat í kringum okkar verkefni og þannig. Og svo er hérna félag háskólafólks. Já, svo er annað batteri þannig að það er allavega 2 batteri inn í háskólanum sem eru einhvern veginn að reyna að halda þessu lofti. Það er annars vegar Palestínuverkefni hins vegar háskólafólk fyrir Palestínu sem hefur staðið fyrir viðburðum líka. Þannig að En sérsagt, og háskólinn hefur byrju, að því maður svo fljótur að gleyma alltaf, hefur hann gefið það sérsagt, hann hefur gefið bara það konkrétt svar að hann muni ekki fordæma þetta þjóðarmorð, sérsagt sem stofnun. Ég held frekar að það hefur verið þögn, heldur að það sé í rauninni skriflega eða explicit búið að gefa út að það muni engin fordæmingi er þessi stað, ég held að það sé meira bara þögn og aðgerðarleysi, en kom þessi undirskriftalisti síðasta vetur, það var ég held að það var hluti af stærri undirskriftalista skandinaviskum, skrifuðu eitthvað hátt í 1000 Já, var ekki bara akademikarar undir það lista held ég og einhver 100 í Íslandi. Já, akkurat. Stúdendaráð kom líka með ályktun og ýmislegt þannig en frá háskólanum hef ég ekki séð neitt. Enga fordæmingu. Ekki sem ég hef tekið. Það væri eðlilegast að þeir myndi fordæma í ljósi annara fordæminga. Já, líka fyrir ljósi þess að kannski að háskólastofnun það var svona mjög áberandi umræðinni þegar búið verið að sprengja upp alla háskóla á Gaza. Jú, þetta er bara það er endalaust tækifæri til þess að fordæma og núna erum við líka með Alþjóðadómstólinn sem er búin að gefa út að þetta sé, þú veist, það er endalaust tækifæri, það bara er ekki, þetta skref er ekki tekið. Og það er bara einhvers konar aðgerðleysi, ég veit ekki hræðsla eða eitthvað bíð eftir
hvað réttu merki frá stjórnvöld, hvað hérna, eftir hverju ekki bara er handbendi sjálfstæð stofnun, Háskóli Íslands. Já, einmitt. Þetta er sjálfstæð stofnun. Þau þurfi ekki að bíða eftir neinu blikki frá stjórnvöldum. Sko líka bara sjálfstæði í hérna akademísku vinnubröðum og fræðum. Það er ekki skoðun að þetta sé ólöglegar aðgerðir í Ísrael, þetta er staðreind, þetta er ekki skoðun. Það er ekki einhver radikal skoðun eitthvað þannig, þetta er bara eitthvað sem fræðasamfélagið algjörlega sammála þarf ekki að það er svona spurningum að fá kannski nánast. bara rektor til þess að spjalla með þetta við okkur. En það er samt líka kannski þetta okkur svona hluti af þessu sko einhvern veginn að vera svona ég skil ekki. Þú veist, kannski er þarna svona tækifæri fyrir okkur að vera og segja ég skil. Þú veist, þau eru hluti af þessum struktúr. Þau eru hluti af tengslasambandi milli annara háskóla, þú veist, það er hagsmuna árekstrar. Þú veist, það mætti rauninni líta á sko það sem að, þú veist, hérna er í gangi núna, til dæmis bara hérna í Íslandi, og sé bara einhvers konar valdabarátta. Það er annars vegar þið svona establisheraða vald, þeirra stofnanir, og hins vegar, þú veist, einhver hluti almennings sem er ekki sáttur við þann veruleika sem að okkur, eða þú veist, þá stöðu, einhvern veginn, þær afstöðu sem að þessar stofnanir eru að taka. Og já, þarna sé bara valda bara allt á milli. Og við sjáum að til dæmis þarna 2008, þegar hérna tveir menn hlaupa út á flugbraut til að stoppa hérna brottvísun á flóttamanni. Leifstöð. Já. Og hérna, og eru handteknir en maðurinn er sendur úr landi og allt það sko, að þá við það verður til fyrsta svo ég viti til, bara fyrsta flóttamanna bara baráttan hérna á landi. Þetta er 2008. Fyrir það hefðu nánast engir flóttamenn sem hefur komið á eigin vegum fengið hæli á Íslandi. Ég held að tala um 2. Allt annað voru kvótaflóttamenn. Hins vegar voru flóttamannabúðir upp á Fit, hérna inn í Njarðvík, eitthvað, fullt af fólki sem hefur búin að vera í 7 ár og það bara vissi, einhvern veginn samfélagi vissi og lítið bara haldið leyndu. Já, og það bara einhvern veginn tekist. Og þarna fyrir að staða einhver svona barátta fólks, anarkista, vinstri sinna, þú veist, hérna, eitthvað. Mannréttinda. Já, akkurat, fólk sem er bara, þú veist, fannst þetta skipta máli. Og í kjölfarið, svona gliðnar netið sem að stjórnvöld voru búin að búa til og passa að enginn kemist inn nema þau voru búin að handvelja það inn. Og við getum sagt kannski í 10 ár komst fólk ágætlega inn, þú veist, ekki allir, auðvitað ekki mjög fáir með hvað margir sækja þú veist, en fólk... Já, fekk dvalarleyfi. Já, það bara, allt í einu byrjaði fólk sem kom á eigin veg. Bara byrjaði bara svona flóttamanna barátta, bara barátta fyrir réttindi flóttamanna, barátta sem innihélt líka flóttafólk. Þú veist, það var ekki bara... Sem tóku þátt í baráttunni, sem voru nú þegar hér. Já, það var bara markvisst, farið inn á Fit, farið að hitta flóttafólk, þú veist, bara hvað viljið þið, þú veist, hvernig staðan ykkar, hvað getum við gert, þú veist, allt þetta. Og hérna, og mjög margir sem koma þessu ólíkir hópar og ólíkir einstaklingar og allt þetta. Og hérna... Fyrir að staða einhver svona eðlileg svona þróun, eða fólk er búið að stinga í samband, sko, við hvað er að gerast í raun og veru. Akkurat, og bara allt innur bara upplýsingar upp á borðunum, það er bara hellinga fólki þarna og þessari stöð og þessari stöð og lalala. Og bara opnast aðeins, þú veist, bara fleira fólk kemst og fær hæli. Mér finnst það svona síðan, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvenær þetta byrjar, en þú veist, bara stuttu eftir að, þú veist, allan tíman á meðan það var að opnast og var að vera að reyna að passa, það kemur samt ekki fleiri og fleiri og eitthvað. En núna er bara að vera, þú veist, gera negla þessi lög niður. Já, bara það verið að gera mjög þétt net aftur. Þú veist, þannig að það var bara rauninni mjög stuttu tími þar sem opnaðist þannig smá möguleiki. Og bara í tengslu við það, eins og tengslu við Jasan og þú veist, og aftur þetta sko, svona taka svona veruleika tjekk. Ég var hérna á samstöðu fundinum fyrir hann hérna niðri í bæ og það sem var að vera að tala um að þú veist, þetta var svona prófsteinn og þú veist, þetta var einhvern veginn seinasta hálmstráið og eitthvað svo leiðis. Og ég sko mista ógagleg ógagleg nálgun.
því að löngu búið að, þú veist, sko hefðin á Íslandi að senda veikt, fatlað, þú veist, óléttar konur með mörg börn, þú veist, bara fólki bara allra verstu ömurlegustu stöðu að senda þá landi. Það er hefðin. Standard hér. Já, það er standard. Þannig að með þetta sko gagnlegra fyrir okkur að gangast við hlutunum eins og eru. Þú veist, það er hefðin, þannig er þetta búið að vera. Það er búið að þurfa að berjast sko fyrir sko rosalega mikið bara einstaklingum og það er ógeðslega erfitt þegar baráttan fer á þann stað að það er alltaf bara þetta barn eða þessi kona og hún er með svona mikla hörmungasögu og hún er bara happened to be að vera pínu likeable þannig að það er actually, þú veist, fólk getur tengt þenn og það er ekkert allir laðast að henni og líka þessi tótt sko, við erum ekki svona, við erum svona ekki okkar nafni, í okkar nafni á meðan, þú veist, okkur tekst ekki að koma þessu stjórnvöldum frá, þá er þetta í okkar nafni og svo náttúrulega koma út hérna einhverjar tölur flokka nýlega tölur, þá má sjá að miðflokkurinn er stjórnmálaflokka mikið stór og það er að tala um að það sé áhersla þeirra á ákveðin hvað maður að segja á útlendingaandúð og hvað hafi verið gildi sem er það bara svipul þróun og annars staðar í Skandinavíu, þetta er bara svona það sem maður er búin að bíða eftir þeir eru búin að þeir hafa gefið þetta pláss og það er bara fólk er að ákveðin hluti þjóðar er að flokkast inn í þetta pláss. Já, og hafa fengið sko til liðs við sig sko hérna Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna í raun og veru og hérna þannig að það eru fólk sem að ástundar stjórnmál hér er bara hresst og Já, og svo verður þetta bara svona atkvæðaveiðar sko, að því stjórnmálafræðin segir sko að fólk á endanum í kosningum mun ekki láta atkvæðið sitt til þeirra sem hafa stokkið seint á þennan vagn, útlendingaandúðarvagnin. Þú veist, eins og Samfylkingin hefur gert og Sjálfstæðisflokkurinn, þetta er mikið hrun, mikið fylgishrun þeirra rakið yfir til miðflokksins, að því þar allavega hafa menn hafa allir verið rasistar bara frá upphafi. Verið bara kringkæft rasistar frá upphafi sko, og þá lætur einhver stór hluti kjósenda sitt atkvæði þangað sem annars sko Samfylking og Sjálfstæðisflokkur voru að vonast eftir. Þannig að þó kannanir verið svona fram að kjördi, þá má ætla að miðflokkurinn fái ef að sko fer fram sem horfir, ég meina ef það heldur svona áfram. Já, mældi stærri en Sjálfstæðisflokkur. En ég meina hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki alltaf verið alveg bara hel rasískur. Já, ég meina þau eru að vanda sig alveg rosalega mikið núna náttúrulega með þessum hérna breyttum. Já, kom ekki, kannski maður má segja að hann ekki komið út úr skápnum, beinlínis, svona ekki svona hlaupand út úr skápnum eins og hann hefur gert síðastlegin vetur, sko. Mér var starrandar alveg áhugavert þetta með hérna BB. Að hérna þegar hann gerir þessa færslu hérna á Facebook. Hvað færslu? Þessi svona sem var bara svona Hneykslunarfærsla yfir tjaldbúðanum. Já, þú veist, öllu æði saman, skipulegum glæpahópum, þú veist, bara sprungnum innviðum. Bara kokteil af útlendingaandúð. Já, og bara, og þú veist, eins og bara sprungnum innviðir, þú veist, svo náttúrulega bara svo ósmekklegt á svo mörgum levelum. Já, alveg órögstutt, sko, þetta er bara, þú veist. Já, ég myndi þetta bara sveltir innviðir. Ekki mjög svona greindarlegt en allavega. Já, en þú veist, það sem ég fannst áhugavert við þetta, þú veist, að hann þú veist, tekur þetta skref og það voru margir búin að vera þarna undan honum, Helgi Ás og fleiri voru búin að svona tjekka á vatninu, sko, hita upp og tjekka á stemmingunni, þú veist. Og svona, og hérna, og síðan stígur hann fram og það er loksins og eitthvað svona, segja hans skósveinar. Hérna, það sem ég fannst ömulegast við þetta allt var að þarna dró hann upp svona fótboltavöll eins og ég sé það fyrir mér. Við ætlum að spila þessum fótboltavelli. Þetta eru leikreglunar, þetta eru orðin sem við ætlum að nota. Þessum hlutum ætlum við að blanda saman. Og það var ekkert stjórnmálaafl, þú veist, þarna inn á þingi sem sagði bara nei. Við ætlum ekki að gera það. Samfylkingin hefði ætlum að geta gert það. Satt bara, við ætlum ekki að ræða hérna, útlendinga á meðan þetta eru reglunar. Við ætlum ekki inn á fótboltavellin ykkar svona. Nei, það er að segja núna er ákveðin pottur af rasistatkvæðum. Og fasisma atkvæðum sem að, þú veist, flokkar vilja fá fleiri þingmenn, þá kannski
hugsa sumir að það sé alltaf að fá einhvers leys atkvæði líka, vera ekki að útiloka, vera ekki að taka harða afstöðu, eitthvað svona, leifir sér svona soldið að vera grátt. Bara þegja, samfélkingin bara stígur inn í skuggan og býður. Akkurat, það hefur virkað þannig alveg á köflum. Og núna náttúrulega segja hefði þið geta gert, þú veist, og þannig er ég kannski eftir að fara í svona illúsjón. Nei, hún hefði ekki geta gert það, þú veist, en þú veist, í prinsipum hefði hún geta gert það. Já. En þú veist, við skulum kannski bara sleppa að tala um prinsip þegar við erum komin hingað, sko. Það sé ágætis útgangspunktur, sko. Já, bara samfélag, prinsiplaust. Já, apparötin eru það allavega. Ekki fólkið. Fólk er það kannski ekki. Nei. En svo þetta ákallin daginn fyrir dómsmálaráðherra sko í rauninni það sem við erum að kalla núna einhvers svona prófílering af fólki sem kemur hérna. Að fólk sem kemur hérna, þessi orðræðum að eins og þessi blessaði hæstaréttardómari sem er að tala að kemur menn sem að virtu ekki okkar gildi og allt þetta. Orðið gildi bara á innreið sína. Já, þetta er nákvæmlega sama og hjá Trump bad hombres sko, sem eru að koma yfir landamærin gegn Mexíkó, þetta er nákvæmlega sama sko. Þeir fara og læra þetta. Og þetta er svo órökstutt, þú veist, þetta er svo lausloft ofti gripið að við fáum í hvaða mannlega hópi sem telur ykkur að 20 eða 100 þá ertu með alls konar fólk. Þú veist, hvernig ætlar að prófílera fólk? Þetta er náttúrulega bara svona vittleysa sko, til þess að reyna að samfara fólk að hér eigi enginn að vera sem er ekki hvítur sko. En einhvern veginn er eitthvað svona plattform fyrir einmitt svona sko, þú veist, það er engin krafa rökstuðning. Nei, það er bara engin krafa og einmitt þegar þú myndist að blaðamennsku áðan að maður saknar svo oft spurninga fréttafólks einhverja smá rökstýringu eða einhvers konar útskýringu á ákveðnum orðum eða afstöðum og svo leiðis, en það er oft bara eins og það sé ekki tími eða eitthvað. Fréttir þurfa að vera svo stuttar og hnitmiðaðar. En það er bara by design. Það er auðvitað hönnunin akkurat. Það er bara content og bara stutt og hratt og akkurat. Einföldu máli og kannski vangeta, þú veist, kannski eru bara þessi blaðamenn bara ekki betur að sér, þú veist, ekki starfið sinu hæfir og þess vegna, þú veist, eru þeir að vinna þetta bara mögulega. En eftir allt sem er búið að ganga á núna síðustu mánuði, eftir fordæmingu alþjóða dómstólsins og þetta, engin blaðamenn og spyr BB eða stjórnvöld minnið þið fordæmi Ísrael fyrir framgöngu sína að Gaza, það er ekki séð þessar spurningar spurt. En líka bara fólk er sko útskrifað úr fjölmiðlafræði á háskólastigi bara á færibandi sko. Já, akkurat. Ég meina þau hljóta að vera að læra þar eitthvað sitthvað gott í blaðamennsku. Það verið svolítið einkennandi því ég hef skoðað aðeins sko að það er mjög svona stór hópur til dæmis sko fréttafólks á RÚV sem að hefur farið til skemmri eða lengri tíma í vinnu hjá NATO og komið svo aftur til starfa í RÚV og Morgunblaðsins líka reyndar, Já, en sko skilur þú og það er náttúrulega ég veit ekki, það blasir allavega sérkennilega við mér þannig að þú veist auðvitað ég meina að einhver sagði við mig man ekki hvað var sko, hvort að veri sko þú veist þetta eru algjörlega ekki neina svona rökstuttartölur en sko þú veist, það voru bara 4 af þú veist, 7 fréttamönnum og þessum erlenda fréttir sem að höfðu verið sko í vinnu hjá NATO til lengri eða skemmri tíma og ég meina þú veist þetta og enda er líka trúverðuleiki kannski þessar fréttastofu kannski ekki mikill sko en það er auðvitað ekki síður sorglegt þrátt fyrir það sko. Já, dreigileg sorgarsaga. Mikil sorgarsaga sko. Þannig sé. Já, einmitt. En þú veist, getur við búist við því að ríkisútvarp og sjónvarp sé andófsafl út í að það að vera á móti þú veist, þessu þjóðamorði og hernáminu í Palestínu, það er að vera í andófi við þessar línur sem að þú veist, við eigum að fylgja og stofnaninn að fylgja. Þannig að þú veist, ég veit ekki hvort að ríkisstofnun getur verið í andofi. Ég meina, er ekki ríkisstofnun bara ríkisstofnunin? Hún er bara fylgja sinni línu. Jú, bara endurspegla síðan bara einmitt þá sem sitt í stjórn fyrir þá flokka sem er á þingi. En hefur þetta skildum að gegna til þess að flytja fréttir satt og rétt og blaðamenn hafa sínar skildur og sína kóða til þess að gera þetta. Þannig að hérna er augljós misræmi að fréttaflutningur er svona, já, eins bara
ýmis konar, en það er ákveðin lína frá stjórnvöldin sem ekki í takt við raunveruleikann, sem mjög bæjast með ákveðnum öflum, gagnvart ákveðnum öflum og það ekki verið að tækla það. Nei, bara alls ekki og enga kröfur sko, þú veist, og ekki það bara í raun og veru engar kröfur útskýringar einu svona á því sko, til ríkisvaldsins. Akkurat. Þannig að eða leiðréttingar á, þú veist, þegar hefur verið farið með mjög svona rangt mál stórkostlega rangt. Já, ég meina alþingismenn bara sitja ennþá og bara við erum bara borgum þeim bara sko laun ennþá, þeir eru fullum launum hjá okkur þráttur að það sko eins og hann Birgir Þórarinsson sem að sko, þú veist sko bara ég meina sko þú veist, laug bara upp í opið geðið á sko þingi og þjóð bara eins og Já, strax í kjölfarið. Eftir þessa ferð sína til Ísrael. Já, strax í kjölfarið. Og hann hefur ekki þurft hann sko alls ekki þurft að segja af sér. Hann hefur ekki þurft að svara fyrir þessar leigar. Nei. Hann hefur ekki, sko, þú veist, hann hefur ekki eins og verið gagnrýndur fyrir þessar leigar. Sko, þetta er íslenski standard, sko. Já, akkurat, þannig aftur komið hefðina, sko. Þetta svo íslenska hefðin. Eða bara pólitísk hefð, kannski bara yfir höfuð. Já, pólitísk hefð. En þetta ekki makalaust, sko, eða ég menna, ég spyr. Jú. Þetta það. Líka bara makalaust hvernig þessi stjórnvöld svona tala þetta efni einungis þegar það hendar þeim og ignorera í rauninni svona að mestu og láta ekki tala. Ég tekið eftir því allan, ég hef ekki séð þau tala við mótmælendur eins og oft hitta fólk, heilsa því, þú veist svona. Þetta bara flökrar ekki aðeins, sko. Nei, það verið stjórnarflokkarnir. Maður séð stundum að kíkja gluggan á Alþingi svona eitthvað Ég það bara allan síðasta veitu voru sko, þessar tjaldbúðir voru þetta til þess að vekja athygli akkurat þessa fólks framan og var endalaus boð til þingmanna að koma og tala við fólk, endalausar óskir, fólk sem ná tali af þáverandi forsætisráðherra til dæmis Katrínu Jakobsdóttur þetta hefur verið mjög slæmt sko líka sem að fólk batt einhverja vonir við það því hún hafði einhvern tíman það var greinilega orðið ólangt síðan það var sko en þetta var mjög eftirtektarvert að það var engin og bara fyrirlitning sko það var engin, hvað maður að segja, mannasiði það var engin svona, það vantaði einhvern veginn bara svona almenna mannasiði, einu sinni að fara út og hitta og svo það var algjörlega, við ætlum ekki að koma nálægt þessum skríl eins og þú sagði en það var líka sko, þú veist, mér finnst það ágætispunktur sem kom einhvers stað fram sko, þú veist, þegar tjaldið sett upp fyrst, þú veist, þetta voru ekki mótmælabúðir, þetta var fólk að biðja hjálp, það var kalla eftir hjálp, að hjálpa, þú veist, koma fjölskyldunum sínum út af þessu stríðsvæði. Þess vegna verið orð, þessar ráðherra Bjarna svo mörgum sinnum hræðilegri í því ljósi. Og honum fannst þetta fólk sem þetta mesta örvænting sem upplifað, það eru fjölskyldum meðlimir að deyja og það getur ekkert gert í því og hann talar þetta sem sóðaskap einhvern veginn. Skæl og hyski, já. Já, þú veist það að segja þetta og þetta er nálgun sem við ætlum að nota þá ég held að það hafi verið gríðarlega og því miður áhrifamikið hjá hann. Já, það skrifa sína sögu sjálfur. Það var líka áhugavert og það muna það flesti sem voru þarna eitthvað í búðunum að þú veist, ég fann að ég var aðeins þarna búin að vera þarna dagana undan og svo dagana eftir og það var tilfinnilega bara öðruvísi orka eftir þessa fæslu það voru bara sérstaklega karlmenn sem leiðu sér að koma inn í tjaldið með einhvern skít og besservisma fínt klæddir menn að rífa kjaft við mann og með ásakanir og bara svona hostilitet sem var ekki sko búið að vera daginn undan það var búið að vera, þeir sem voru að koma voru bara fólk sem var bara mjög, þú veist, forvitið eða velviljað Hann gaf út byssuleyfi það má segja það, já, það var bara algjörlega þannig og síðan þá hann bara búið að vera kynda þetta er bara hluta því og þú veist, og við munum sjá þú veist, afleiðingar af því og bara ég vona að verða ekki of skelfilegar en þú veist maður hræddur við hvernig þetta er að fara að þróast. Já, nú er þingsetning bara 10. september, eða ekki? Jú, og þá fer Guðrún Hafsteins aftur af stað með þarna seinni lagabreitinguna, eða ekki? Já, og ég meina henni verður ekkert stungið neðst í bunkan neðst þar? Nei, og ég meina talað þetta byssuleyfi, sko, að þá náttúrulega, sko, hefur maður orðið bara
var við sko varalega breytingar einmitt á hegðunarmynstri ákveðins hóps fólks sem að einmitt leifir sér að ráðast að manni og ég svona freka betra reynslu af því sko. Já, þú þekkir það bara sjálf. Já, ég þekki það bara í skinni sko þegar bara hérna lögfræðingur hér í bæ kýldi mig sko á þjóðhátíðardaginn af því að ég... Hvort sé? Já. Þannig að hérna það sko og þú veist og það voru svona aðilar sko sem að... Bara vitni af þessu? Já, það eru vitni af þessu sko og þetta sko nefnilega, þetta mjög hættuleg staða sko sem að komin upp í íslensku samfélagi. Já, þeirra svona háttsettur ráðherra búin að opna á og þau bara halda áfram hvert af öðru að opna á þetta. Þannig að þróunin, það bara verður líklegast eins og við erum bara að sjá á Norðurlöndunum náttúrulega. Þú veist, það skildi enginn vera að hissa. Nei, einmitt. Að það verði hérna bara mjög fasískar kosningar næst. Já. Ég meina við sjáum, þú veist, það þessi aðferð, þú veist, divide and conquer. Þú veist, bara tjannela inn á bara óhamingju fólks með hlutskipti sitt og tjannela inn í einhvern farveg sem að, þú veist, gagna stjórnvöldum og náttúrulega rasismi alveg frábært verkvæði. Já, ég veist, það er eftir að eiga við þetta því þetta er engin lógik í þessu, það er ekki verið rökstuðningur eða eitt eða neitt, þetta er meira og minna þó að þetta fólk, hvað maður að segja, maður heyrir oft svona einhvern veginn svona að það lýsir sjálfur sér sem svo raunsæju sko, heimurinn bara svona þýðríktur að breyta þessu svona, þetta er náttúrulega ekkert tilfinningar sem að vera alveg þessar algjörlega laust við alla lógík sko. Já, því bara eins og rasismi, hugmyndin race bara kynþátt er bara hefur engin rök undir sig sko, allt þetta, landamæri þetta er svo rosalega gaman og þreytt. Þannig þekkir maður líka náttúrulega fasismann í þessu, það eru landamærin, það er bara nation og svo er nature svona lykilorð líka hjá svona náttúruleg, þú veist, hlutskipti okkar kvenna til dæmis er bara að ganga með börn og ala þau upp og vera aftur, þú veist, í hérna sinna matselt og þvotti, sko. Þannig að þetta er svo augljós svona merki sem að þessi rauðu blikkljós núna finnst mér, sko. Já, fjöldin allir. Fjöldin allir og mörgum sviðum, líka bara einmitt eins og þú segir, þú veist, það er þetta svona tradwife stemming sem er svona komin inn og svona er rauninni svona andóf að maður segja kannski hægrisins eða svona íhaldsins gagnvart öllu þessu gender fluid dóti sko. Einmitt, og ég meina ég var að hlusta á hérna Sigmund Davíð á Útvarp Sögu daginn að því þar fær fólk nú oft bara svolítið svona frjálsar hendur sko með að tjá sig og hann í rauninni var bara að tala á ekkert ósvipuðum nótum og hérna landtöku ráðherrann sko, þú veist að hér að landinu yrði bara lokað, þú veist á einn og annan hátt, það var náttúrulega einhverju svona undantekningar en aðalega vildi hann sjá hér þá bara, þú veist, eins og íslenska ríkisborgara þú veist, þannig ef það er einhver skilgreining hvað þarf þetta að gera, eins og með dvalarleyfi og hælisvist og fleiri, hvað þarf þetta að gera til þess að fá síðan þann stimpil að verða íslensku ríkisborgari og með að þá, þetta er bara svo hugmyndur Ísrael að þú veist, þú fer ekkert að vera þannig og sért bara ísraelsku ríkisborgari Þetta er ansi hérna langt seilst þarna í Bandaríkjunum. Já, en kemur ekki óvart úr þeirri átt. Stefna bara í beint étin frá Bandaríkjunum. Já, Já, það er það sem er. Það er bara náttúrulega það sem ræður ferðinni. Það er engin filter. Það er svolítið svona niðurstaða okkar hérna í dag, bara að það er bara fíll þarna sem allir sjá, alblóður. Það var svona spurning hvað ætlum að gera við hann, sko. Hvernig getum við Hvernig ættum við að bregðast í hvert verður eitthvað viðbragð annað heldur en að fylgjast með? Er það sem við ætlum að ræða núna? Já, ég meina, hvað getur, ef maður myndi bara svona, þú veist, henda öll upp í loft, þú veist, hvað væri hægt að gera? Já, það er ákveða þessi hvort maður ætlar að halda sér innan ramalagan eða utan hans, kannski fyrst, hvort að taka upp vopnabaráttu eða ekki, þetta er bara, þú veist, þetta er bara það sem fólk hefur gert í gegnum tíðina, það er einhver svona línu sem við farið yfir og hér er auðvitað haldið áfram að þrýsta á mjög mikið andóf og að því að við sjáum að almenningur svo víða er svo svakalega ósáttur að því að þetta kemur upp svo margt, þetta kemur upp mannréttindasáttmála, þetta kemur upp hvað eina, þannig að ég ætla ekki að svara því hvað er þetta að gera sko. Og önnilega þegar staðan er þannig að sko, þetta almenningu verið vitni að því að yfirvöld vílaði ekki fyrir sér að brjóta lög
þau bara vílaði ekki fyrir sér eins og þau varða bara ekki það, sko, hvað eru lög og reglur, fordæmi sem þau gefa, þú veist, þetta er náttúrulega Maður upplifir það allavega núna, það eru nokkra kynslóðir svona núna sem að bara einmitt geta ekki sagt að þau hafi ekki vitað þetta. Þú veist, það er bara ómögulegt. Nei, akkurat. Og hver er þá arfleið þessara kynslóða, þú veist, ég meina hvað? Já. Þetta er svo rosalegt. Einmitt. Sko, já, eitt af því sem ég finnst einhvern veginn svo bara óbærilegt er að sko þessi svona ímyndar sköpun vestursins sjálft sig. Þessi, þú veist, við erum framverðir og kyndilberar mannréttinda og mestu lýðræðisríki heims, jafnréttis og kvenfrelsis og þú veist, allt þetta. Mér finnst það hefur verið rosalega öflugt vopn gegn bara svona eigin borgurum að við tönglumst einhvern veginn á þessu og og það er rosa sko svo hluta svona múgsefjun einhvern veginn, það er alltaf sko mantra þetta yfir fólk. Já. Og svo ég með tekið fyrir að fólk sem hefur gagnrýnt þessa narratífu, því að hún er auðvitað stórgölluð, það er jafnvel oft ásakað að vera einhvers svona svikarar eða anti-American eða anti-democratic eða þú veist, við eigum ekki að vera lítils fyrir það okkar gildi, þú veist, og þannig að þessi endalösa þvaður þessi gildi, sko, sem er aldrei sest niður að tala hver séu beint, sko, og það verðist vera nóg að segja það, þetta er ekki okkar gildi. Og það er algjörlega innantóm í svona frasi, sko, sem að verið samt virka eins og margt aðeins. Þetta er rauninni mjög holdt allt saman, sko. Og þetta verður svona holdt að innan það er ekki holdt. En það verður líka bara svona sjálfsgaslýsing. Já, þú veist, akkurat. Að fólk hefur tilfinninguna að það er eitthvað skrítið, þetta passar ekki saman, svo bara svona, þú veist, já, svo er þetta er bara svona, sjálfsgaslýsing eða þjóðargaslýsing eða, Já, það er þessi óbærileiki held ég sem fólk er að upplifa svolítið, bæði sem vanmáttur og svo bara, ég meina af hverju bara rís starfsfólk háskólans ekki upp og bara fer í verkfall, neitar að mæti kennslu og þú veist, af hverju mætir fólk bara í dagvinnuna, þú veist, hvað erum við að gera þetta? Já, þetta er svo skrítið að heimurinn skildi ekki bara stoppa. Já, að því hann þegar þessi flensa gekk yfir, þá stoppaði allt, sko. Já. En þá spyr maður sér nefnilega, undir svona kringumstæðum, akkur er bara ekki fjölmennt að landamærum Palestínu? Akkur er ekki bara hópferði skipulaðar? Akkur er bara starfsfólk háskólans í verkföll? Veist, akkur er þetta ekki það sem gerist? En það er náttúrulega eins og við vorum að tala um fyrir þáttinn, þessi deyfing, sko. Allt þetta content og þessi krafa og þessi lífsgæði og allt þetta fjármagn sem við stöndum öll undir og ekkert má klikka. Já, og svo kannski líka þú veist, bara það sem mér hefur fundist rosalega sárt að horfa upp á núna er svona að sjá hvernig, þú veist, það er mikið af andófi í heiminum yfir höfuð, en mér finnst það mjög laskað og ekki eins öflugt eins og ég hefði vonað að væri og þú veist, þá er ég líka að tala um sjálfa mig, bara þú veist, ég er ekki að predika minn yfir öðrum, sko, þú veist, ég er líka bara í sjokki yfir bara geturleysi manns til þess að bara vera í alvöru andófi gegn þessu. Þannig að það hefur eitthvað gerst. Það hefur eitthvað gerst, já. Ég meina, ef við skoðum til eins og Víetnam, þú veist, að þá var, þú veist, náttúrulega mjög mikil mótmæli í Bandaríkjunum og Evrópu og allt það, en til dæmis í Bandaríkjunum þá voru líka aðgerðahópar, til dæmis eins og Weather Underground, sem að sprengdu hverja ríkisbygginguna á fætur annarri í Bandaríkjunum, sem hefur bara bring the war home, það var bara þeirra slógan, og bara sprengdu í tugir byggingar, lögreglustöðvar, alls konar bara mikilvægar byggingar. Drápu engan, nema 2 eða 3 úr eigin hóp fyrir slysni. Það plús andof Víetnama sjálfra gegn innrásinni, vopnað andof, og eflaust ýmislegt annað, það hvað, þú veist, allir þessi dauðu hermenn sem voru að koma bandarísku, þú veist, út af því að andof var svo öflugt í Víetnam og ýmislegt fleira sem var í gangi, varð kannski til þess að endanum var þessu stríði hætt. En þú veist, ég held bara að það sé búið að laska andof rosalega mikið, meðal annars með öllum þessum
möguleikum á eftirliti og upprætingu og já. Það náttúrulega í hag valdsins að laska andófið og alla möguleika á andófið, svo bara þetta dæmi með Hagaskóla nemendur áðan. Já, það má tengja það liður í við þessa, já. Svo það auðvitað hann að deyfilifið síkilda. Já, síminn og þú horfir bara og horfir og þér líður verr og þú horfir og einhvern veginn þér líður orðið svo illa og þú þarf bara að fara að sofa. Þú veist, þannig að þetta er einhvern veginn svona allt helst í hendur með að lama þig einhvern hátt sundra fólki sundra fólki þú veist, þétting byggðar búðu í einstaklingsíbúð þú veist, þetta er svona, maður getur alveg summa þetta út og sé þetta í víðara í vera samingi þannig þetta er svolítið og svona surveillance capitalism allt þetta og maður þarf ekki einu svona aðhildur einhverjum samsæriskenningum það er ekki endilega eins og þetta sé eitthvað samsæri en þetta er bara þróun í okkar samfélögum því miður sem hefur átt í stað sem er bara svona hversu skipulöð eða óskipulöð sem hún var og þá er þetta samt staðan og ég allavega þú veist það hefur ekkert breyst fyrir Steinunni þú veist, Steinunni er svo sama í raun kannski og fyrir 20 árum eða eitthvað nema það eina sem hefur breyst er tæknin kannski og hvernig hún er notuð að ég meina hún er notuð af lögreglunni hún er notuð, nei skilur ég meina það mætti alveg segja það þannig að því þú ert bara svona vísi sjálf að þig að ég meina þú sjálf finnur bara að þú einhvern veginn bugast undan þessu Já, og maður finnur náttúrulega líka bara þú veist að það er, þú veist, andóf er praktiserað öðruvísi þú veist, í staðin fyrir að fólk komi og hittist allt saman og haldi fundi, þú veist, þá er þú veist, samskiptaforrit og þú veist, allt þetta og þú veist, þau eru góð upp að einhverju marki en það er aldrei sami kraftur eins og bara við sitjum hérna núna Nei, akkurat sem er kannski bara eftir frekar svona depressing umræður þá er þetta kannski bara frekar góð svona lokaorð það er svona kraftur í þessum fundi að koma svona saman og hittast til að tala um þetta Algjörlega. Bara aftur til fortíðar í mótmælum en við erum bara því miður út á tíma núna en það er gert annað tími en svo við afkynnum þáttina því svo er fólk að hlusta líka í útvarpsdagskrá og þannig að við erum að ljúka þættinum Útvarp Palestína Sara Steff og Magga Stína og gestir okkar í dag voru Steinunn Gunnlaugsdóttir, myndlistarmaður og aktivisti og Þóri Jónsson Hraundal sem er lektor í Mið-Austurlandafræðum við Háskóla Íslands. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk fyrir. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك